Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín í sófan sest hún Sigríður Ásný Ketilsdóttir Sólarljós. Hjartanlega velkomin. Gaman að fá þig og það svo margt sem við þurfum að spjalla en fyrst ég forvitin með þennan bolla þarna. Þetta bolla? Já, viltu segja mér Þetta kakóbolli minn. Já. Það byrjaði á því í september að ég fór að setja mynd af kakóbolla þegar ég fékk mig á morgnana. Já. Þetta morgunmaturinn minn. Þetta morgunmaturinn? Já, það og búin að vera í mörg ár? Nei, ég byrjaði í september. Já. Og byrjaði í september og fór alltaf að setja mynd af því að það sko yfir 300 næringarefni í kakóinu. Þannig ég nærist svolítið á því, en það gerir svolítið mikið meira annað. Já. Þannig en þetta byrjaði sem, og mér finnst það svo gaman, þess vegna kakóbollin komin í sjónvarpið. Komin í sjónvarpið. Hefur þessi kakóbolli eitthvað nafn? Nei, bara kakóbollin. Þetta bara kakóbollin. Og þetta rosa gott, má ég smakka? Gjör svo vel. Smakka. Þetta fallegt á litin, þetta virkar svona þykkt og fallegt. Þetta náttúrulega sérstakt kakó. Þetta alls ekki sætt. Nei. Þetta bara 100% kakó. Já. Þetta kakó ættað frá Guatemala, úr frumskóinu þar. Þetta samt ekki beist vegna þess að þó þér finnst það. Þú kannski ekki vön því að nota enga sykur og enga sætu. Ég rosa mikið vön sykri bara sennilega held ég. Og en málið að þetta frekar sætt kakó, af því að það ekki ristað baunirnar. Þetta eins og með kaffi, það þarf að rista baunirnar og... Já, það stórt, það sko þvílíkt ferli, þannig að kakó ekki bara kakó. Flyttur þú þetta sérstaklega inn eða hvar verður þér út þetta? Nei, ég hef orðið mér út þetta kakó frá vini mínum og vini mínir sem að flytja inn hafa verið að skaffa, ég hef verið að skaffast hjá þeim. Og núna ég búin að komast í samband við einn frá strák sem heitir Sasha, sem svissneskur býr í Bandaríkjunum og hann með mjög spes kakó. Og færðu frá honum núna? Og við ætlum að fara í samstarf. Já. Það mjög sérstakt kakó. En þú ert bara að drekka þetta kakó sjálf og ert að bjóða upp á þetta? Ég með svona kakóatafnir. Já. Og svo ef einhver kemur heims og þá til að, ég er ótrúlega gjafmild á þetta. Já. En það vegna þess að mér finnst þetta svo mikilvægt tækifæri, eða verkfæri. Já. Því þetta líka verkfæri til þess að skapa frið í heiminum. Já, kakóbollin. Kakóið. Já. Kakóið opna hjartastöðuna, opna fyrir kærleikann, opna fyrir gleðina. Er það eitthvað sem þú skynjar sjálf eða veist eða bara hefur lesið það? Finnur það? Bæði, ég finn það líka sko. Þú veist, ég finn alveg hvernig ég og margir pistlarnir sem ég skrifa, sem koma líka á hverju morgni og byrja á sama tíma á kakóbollin inn á Sólarljós Siggu Facebookinu mínu. Þeir verða til þegar ég kom inn og farin að vinna með, vegna þess að vandamálin, þú veist, ögrannirnar okkar, ég vil líka kalla vandamál, ögrannirnar okkar, þær eru léttar að hantera þegar þú ert búin að drekka kakó, því þú ert búin að opna fyrir kærleika. Og finnur þú bara mun frá því þú byrjar að drekka kakó í september og í dag, þá allt bara lífið einhvern veginn viðráðanlegra? Finnur þú mun? Já, og ég er búin að vera að fara í gegn opaslega tímabil sem vetur, ég fyrir að gráta. Æ. En kakó hefur hjálpað? Já. Virkilega. Og Sólarljós, það nafn sem þú hefur bara tekið upp eða hvað? Nei, mér var gefið þetta nafn. Þið var gefið þetta nafn? Já. Ég heiti Sigríður Ásný Sólarljós Fire Spirit. Já. Og þessi nöfn hefur mér gefið í 3 mismunandi ferlum í lífsferlum, getur við sagt. Sigríður Ásný fekk ég af foreldrum mínum. Ásný eina Ásný á landinu. Já, það magnað. Og ennþá, bíð eftir að barnabarn komi og stelpa. Sólarljós fekk ég gefins, ég heyrði bara rödd sem sagði Your name is sunlight. Já. Og það kom bara svona, ég var bara í róleitum í slökun og bara heyrði það. Já. Og þannig að þú tókst það bara upp, eða ertu búin að skráða í... Nei, ég er ekki búin að skráða, en ég hef verið að nota það og krakkarnir í leikskólanum og skólanum kalla mig Sigga Sólarljós. Og mér finnst það svo fallegt. Það fallegt. Og Fire Spirit var mér gefið af Cherokee indjána sem settu upp friður og heilunarhjól. Það eru 5 friður og heilunarhjól. Nú þurfum við að fara í friðarhjólið þitt sem er á Ketilsstöð, Finnastöð.
Hvenær kom það? Hver setti upp það og hver er sagan á bak við það? Sko, friðar, þessi hjól, þetta er náttúrulega mörg þúsund ára gamalt, svona, eða svona heilun, þetta kallast medicine wheel á ensku. Og er frá Indíunum? Já, en þetta finnst allstar. Já. Þú finnur Stonehenge og allir þessi hringir sem finnast og engin veit hvað er. Það er svona. Já, sólarúrin, þetta er allt það sama. Já. En merkingin er, sko, það sem er náttúrulega kunnáttan liggur hjá Indíunum. Og hann kemur hingað til Íslands og velur Ísland, hann Jesse Blue heitir hann. Hann kemur til Ísland til þess að því hann fekk sýn það að byggja að gera svona hjól víðsvegar heiminn og Ísland er land 1 landfriðar. Efst á lista? Efst á lista sem landfriðar. Var það eftir að Yoko Ono setti friðarsúluna eða áður, veistu það? Þetta gerist 2013. Já, það er einhver friðar ára yfir Íslandi. Já, náttúrulega. Já, en ég fann svo út núna daginn að það er friðarsúla hér á Akureyri sem var gefin af friðarbænasamtökum frá Japan 1986. Já. Og hún stendur hjá gömlu gróðurstöðinni. Já, í innbænum. Já. 2 metra há og það stendur friður og jörð. Þetta vissi ég ekki. Þetta veitur ekki lengin. Þetta vita mjög fáir. Og hún er líka náttúrulega kafið, það er einhver kerfil. Kerfilinn bara búin að taka yfir, já. En það er verið að vinna í því að og svona hjól er á Finnastöðum? Já, það er norðurhjóli. Já, og er búið að setja hinn í suður, vestur og austur? Já, og miðjunni. Og miðjunni? Já, upp Kerlingafjall. Og þá semst að gera Ísland að friðar og heilunar hjóli. Og hjól er eitthvað sem fer í hringi, sem er hringrás. Og þannig að Ísland verður, og þegar hringurinn byrjar að spinna, þá dreifar hann úr sér. Já, það þeytist friður allar jarðir. Já. En fallegt. En frið er eingöngu hægt að finna og skapa á einn hátt. Og það er að kafa inn á við. Það er það sem þú ert að gera. Þú ert í bara meðum klíðum í því, eða hvað? Og nota kakó sem verkfæri til þess. Og svo býður fleirum að koma með þér í þetta með því að vera með svona fræðslustundir á miðvikudagskvöldum. Ég er með fræðslustundir á miðvikudagskvöldum þar sem ég er að fræða einmitt friðar og heiluna hjólin eða hvað þau gera og hvað þau tákna vegna þess að þú ert þitt friðar og heil eða þú ert þitt hjól. Ég er skapari í mínu hjóli og þú ert skapari í þínu hjóli. Þannig þetta er svona boðskapur, þú veist, því fleiri sem að kynna sér þetta og vinna í sjálfu sér, því meiri friður kannski ríkir þá á jörðinni. Já. Svona áhrifin sem að skapast af því. Já. Þú getur séð, við getum alltaf séð hvað er að gerast í heiminum, þetta er bara að spegla það sem er að gerast innra með okkur. Og þetta hjól sem er hérna á Finnastöðum, er þú svona verndari þess eða gæslumaður eða hvað? Ég er gæslumaður, já. Ég var valin sem gæslumaður. Og þannig byrjaði þetta allt kannski hjá þér, þetta ferðalag eða hvað? Nei, ég var náttúrulega að byrja fyrir mörgum árum. Þú veist, ég er náttúrulega verið hrifin af Indíánum frá því ég var bara krakk. Já, það er einhver Indíáni í þér. Já. Það fer ekkert á milli mála. Sigga, ertu Indíáni? Og já, þannig ég byrjaði bara fyrir mörgum árum og þetta er bara eitt skref í einu í þessum ferli mínu. Svo ertu með Indíánatjald. Ég er með Indíánatjald þar sem ég býð upp á að vera með þessa fræðslustundir en sögustund fyrir börn. Já, það er nýjung sem að gengur svona ljómandi vel. Gengur rosalega vel. Og það er svo yndislega. Þau eru svo yndislega þessi börn. Og þau koma til á miðvikudagsmorgnum, milli 10 og 12. Milli 10 og 12. Fá að fara inn í tjaldið og þú segir sögur og ferð svo út í náttúruna, sagðirðu mér. Já, tína jurtir og búti jurtate og fá að smakka jurtirnar. Finnst þeim þetta ekki æðislegt? Þeim finnst þetta æðislegt. Og það er svo gaman og þú veist, ég verð svo mikið barn. Ég er náttúrulega svolítið mikið barn. En ég verði ennþá meira barn, þannig að þú veist eins og í gær, það var ég, eða á miðvikudaginn síðasta, þá skellti ég mér, veist, það er eftir að slá heima hjá mér, það er svona gras, en ég tók alveg, skellti mér svona, eins og inn í grasi. Í grasi og sagði, ég er týnd! Krakkarnir hana, 4 ára alveg bara, nei, við sjáum þig! Þannig að þú veist. Kærkomin hvíld fyrir þau frá tölvuspilum, símum og foreldrum. Já, bara út í sveit að leika sig. Bara út í sveit að leika sig. Mikið af þessum krökkum eru í náttúrulega úr sveitinni og þekkja mig. Já. Í þessum sögustundum reynir þá að boða þennan friðarboðskap, setja hann inn í sögurnar einhvern veginn, ertu að segja þjóðsögur eða hvað? Sko, eins og þá er þetta líka svolítið sögur af Indíánum, hvað þeir og hvernig þeir fara. En það er náttúrulega boðskap í þessu. Þetta er eins og ég hef verið að kenna krökkunum í
vetur og í þessu líka að, þú veist, allt kemur fjórfalt tilbaka. Og þú veist, ef þú ert vondur við einn, þá eru 4 vondir við þig. Og það sama, ef þú ert góður við einn, eða góð, þá eru 4 góður við þig. Og það er bara hvort viltu. Já. Og Einfalt reikningsdæmi. Einfalt reikningsdæmi. Þú sýnir þeim þetta svart á hvítu og svo sagði, ok, en ef þú ert góður við 2, þá eru 8. Góði við þig. Og svo ef þú ert góður við 3, hvað er þá margir? Og svo bara sýndi ég margföldun áhrifin og þau bara. Þetta er ekki spurning, þetta er bara borðleggjandi dæmi. Þetta er borðleggjandi dæmi og þetta er bara við okkur. En við þurfum náttúrulega að fara inn í hugan okkar, við þurfum að fara inn í hjartað okkar, tilfinningarnar okkar og líka hvernig við förum með mustur okkar. Musturið er þá líkaminn. Já, Þú veist, mustur. erum við að svíkja okkur sem, erum við að fara halda illa vel með húsi okkar, að fara vel með mustur okkar eða ekki. En svo ertu líka stundum kölluð seiðkona. Er það eitthvað sem að þú gerir út á líka? Þetta er náttúrulega hluti af því. Já. Seiðkonur eða seiðmenn, eða sjamanar, Já. þeirra hlutverk er að skapa jafnvægi. Já. Og hjólið er að skapa jafnvægi. Þetta er ekki sigga með pottinn og göróttu hérna einhverja, ok, kakóið er kannski görótt, ég veit það ekki. Kannski er þetta bara seiðurinn. Þetta er seiðurinn, já. Jú, það er náttúrulega hluti af því. En seiðkona er svolítið miklu meira bara en bara það. Já. Þú veist, seiðkona er kennari, seiðkona er heilari, skapa jafnvægi, seiðkona er, þú veist, og svo er tengingi við náttúran sem verður að vera. Þú veist, ef þú ætlar að vera andleg, þá hugsa margir miðill, eitthvað njar, eitthvað fljúandi, einhvers þar upp í heiminum og eitthvað. En þá er það svo mikilvægt, þú verður að vera jarðtengd. Þess vegna gengi alltaf berfætt. Þú er berfætt, já. En þetta sko er kannski áhugamál, lífstíl og bara starfið þitt. En svo hefur líka verið að vinna svona venjulega vinnu. Já, ömulega. Leiðilegt. Það, finnst þér það leiðilegt? Nei, alls ekki. Ertu ekki að mjólka kýr? Mjólka kýr, jú. Og sinna börnum í skólu? Og sinna börnum í skólu. Það er að gefa mér mjög mikið. En ég hef aldrei tollaði vinnu frá 8-4. Nei. Ég enda alltaf í fjósi. Já. Af því að kýrnar það gefa mér svo mikla orku og bara jafnvægi og það er svo dásamlegt. Kýrin stendur fyrir gnægð, allsnægtum. Kýrin auðvitað. Mjólkin og rjóminn og allt sem kemur frá henni. Já, bara allsnægtir. Það er mjög gaman, Sigga, nú er tíminn hlaupinn frá okkur, en kærar þakkir fyrir að koma með kakóbollan í þáttinn. Og ég bara er mjög þakklátt fyrir því að þú sért hérna til á þessari jörð og gleðir okkur hinn með svona, aðeins öðruvísi lífstíl. Og bara gangi þér vel að boða friðarboðskapinn. Já, takk fyrir. Takk fyrir.